Ég ætla aðeins að fjalla upptökunar. Þetta eru upptökur sem eru klipptar til sumarið 2013. Í eftirvinnslu þá klippi ég þetta aðeins til, klipp út hik og einhver mistök sem mögulega verða, og það kemur stundu fyrir að ég bæti inn glærum í eftirvinnslu. Þá það oft hljóðlausar eða tallausar, og þá bara skilaboðin á skjánum. Ég bið ykkur að taka bara vel í slíkar breytingar. Það rétt að taka það fram að þó þessar upptökur séu notaðar, þá námskeið ekki kennt í svo kallari fjarkennslu. Þessar upptökur munu mögulega hjálpa einhverjum nemendum að glíma við námsefnið eða námskeiðið úr fjarlægð, til dæmis þessum búsettir eru langt frá Háskóla Íslands, en það ekki önnur þjónusta í boði sem að einkennir svo kallaða fjarkennslu. Þannig að ég vil bara að það komi skýrt fram upphafi námskeiðs. Ég vil bara ítreka það að námsefnið til prófs kennslubókin, og ég mun útvega ykkur, eða ég mun halda úti skjali sem segir ykkur hvað í kennslubókinni má sleppa. Ég ætla ekki að taka alveg allt sem kennslubókinni, en kennslubókin til prófs, og það ýmislegt í bókinni sem til prófs sem ég mun ekki fjalla í tíma, en auðvitað mun ég fjalla megin helstu atriðin. Hann að gróflega áætla þá tel ég að 85% af því sem til prófs bæði í kennslubók og öðru efni. 5-10% aðeins í kennslubók, og 5-10% af því sem til prófs eingöngu í öðru kennsluefni, það segja upptökum í tímum í SPSS kennsluefni sem kennt samhliða þessu námskeiði, eða samhliða þessum fyrirlestrum segi. SPSS kennslan hluti af námskeiðinu. Þannig að þið þurfið að lesa bókina til þess að ná bestu einhvern í þessu námskeiði. Sumt einfaldlega það vel skrifað í kennslubókinni. Ég sé stundum ekki ástæði til þess að fara að endurtaka það í einhverjum glærum, einhverjum styttri útgáfu. Þannig að sem dæmi, mikið af því sem fjallað í upphafi fyrsta kafla frá á blaðsíðu 1-5, 1-6 allavega, og svo áfram. Margt það vel skrifað að ég sé ekki ástæði til þess að smætta það niður í einhverja glærur og svona fyrirlestrarform, en þannig að ég gerir ráð fyrir að nemendur lesi í bókinni. Í þessari tilteknu upptöku þá ætla ég að fara í gegnum kafla 1 og mögulega að byrja á kafla 2 í kennslubókinni. Það ekki alveg víst, það kemur ljós bara svona eftir hvernig upptakan gengur, og í því samhengi þá ætlum við að í kafla 1 fjallað af hverju við að læra tölfræði, mismunandi tegundir og tölfræði og mismunandi breytur. Það allt þetta mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir hverju að læra tölfræðina og þess að mismunandi tegundir tölfræði til þess að geta sett það sem við erum að læra inn í ákveðin ramma. Að læra að þekkja mismunandi tegundir og breytum lykilatriði til þess að við getum valið rétta tölfræðaðferð við tiltekið verkefni eða dæmi. Ef að við náum því, þá ætla ég það sem í kafla 2 fjallar meðal sem fjölda, hlutföll, prósentur, tíðni, hlutfallstölu og hlutfallslega breytingu. Ef að það tími í laus, ef við næðum upp á tíma þá mun ég byrja á því, en það mögulegt að svo verði ekki. Í kafla 1 þá byrjar höfundur, eins og ég segi, ágætlega að fjalla af hverju mikilvægt að læra tölfræði.
og þið lesið í gegnum bókina, en svo þetta ýmislegt sem ég myndi vilja bæta við, eins og til dæmis það að sko Háskóli Íslands rannsóknarháskóli og tölfræði skipar mjög stórt hlutverk í ekki allir rannsókninu, heldur mjög stórum hluta af rannsóknarvinnu sem við erum að sinna í félagsvísindum. Tölfræðin afar mikilvæg fyrir þá sem að stunda rannsóknir, en hún ekki síður mikilvæg fyrir þá sem vilja auka eða efla þekkingu sína með því að lesa rannsóknir annarra. Að skilja grunnaðgerðir tölfræðinnar mikilvægar til þess að við getum skilið rannsóknarniðurstöður annarra. Svo það mín einlæg skoðun að þekking á tölfræði og þekking á að geta beitt tölfræði, það auðveldar okkur mjög að vera að læsa umhverfi. Þá ég ekki að meina efnislegt umhverfi eins og náttúruna og slíkt, heldur meira félagslegt umhverfi. Þekking á tölfræði auðveldar okkur bara rökræðir málefni sem skipta máli í samfélaginu. Þetta er erfitt að kenna beinlínis í einhverju fyrirlestarformi, en með því að nota tölfræðina á viðfangsefni félagsvísinda, þá smátt og smátt verðum við verðum öðruvísi eða betur gagnrýnin á ýmislegt sem fjallað í samfélagsumræðu. En meir það síðar. Það algengt að rannsóknum sé skipt, eða rannsóknum í félagsvísindum sé skipt í eigindlegar og megindlegar. Þessi orð ekkert sérlega aðlaðandi eða auðveld að skrá í kollin á sér. Ég hef notað það aðferð af því að ég ruglaði þessu stundum saman og gerir stundum reyndar enn, að við hugsa að megindlegar rannsóknir tilvísun í magn, megindlegar magn, og það passa við tölfræði. Mikið magn, það tölfræðilegt. Þannig að og eigindlegar aðrar rannsóknir sem að snúast að safna dýpri þekkingu á hegðun fólks. Þetta það vissulega hægt að ná dýpri þekkingu á hegðun fólks með tölfræðilegum aðferðum, en þeir sem eru talsmenn eigindlegar rannsóknaraðferða, þeir nefna þetta sem dæmi að með eigindlegar rannsóknaraðferðum þá náum við dýpri þekkingu á hegðun fólks. Dýpri en undir að verð að afla sér með tölfræðilegum aðferðum, og þá verið að kafa í orsakir mannlegar hegðunar, af hverju og hvernig stendur á því að fólk gerir þetta eða hitt. Það gjarnan unnið með lítil úrtök í eigindlegum rannsóknaraðferðum, þá minni úrtök en megindlegar rannsóknir byggja á. Þetta auðvitað sjáum við megindlegar rannsóknir sem byggja á litlum úrtökum, og sumar eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á svona sæmilega stórum úrtökum, en svona almennt þá úrtök eigindlegra rannsókna minni heldur en megindlegra. Eigindlegar rannsóknaraðferðir vinna svolítið með orð og orðræðu, sem stundum erfitt eða ómögulegt að setja í tölulegar það erfitt að taka orðræðu og greina hann út frá tölfræðinni. Það ýmislegt í orðræðinu sem að tölfræðin vinnur illa með. Þannig að oft eiga eigindlegar rannsóknaraðferðir betur við heldur en megindlegar aðferðir, en oft best ef þessum rannsóknaraðferðum beitt saman, og það margir á því að það sé gott að beita þessum rannsóknaraðferðum saman, og þetta sko það sem stendur í þessari klæru einhver leyti umdeilt. Það ekkert allir sammála því að þetta sé svona, að
En ég ætla samt sem ára fullyrða að hvorug aðferðin eða leiðin eða hefðin sé betri en hinn. Ef einhver segir við ykkur að eiginlegar aðferðir séu betri heldur eiginlegar aðferðir, þá vil ég fullyrða að viðkomandi hafa rangt fyrir sér. Stundum eru eiginlegar rannsóknaraðferðir mun heppilegri aðferð, gagnlegri í einhverjum tilteknum tilvikum. Eiginlegar eru betri í sumum tilfellum en mjög gagnlegt að beita þeim saman. Tökum dæmi. Ef við höfum áhuga að skilja kynbundið ofbeldi á Íslandi, hvernig mögulega gætu við gert það án þess að vita umfangið, að meta umfang á einhverju fyrirbæri eða þessi kynbundnu ofbeldi, þá þurfum við að beita meginlegum nálgunum með einhverja tölfræðilegri greiningu. Við getum ekki með nokkrum móti skili kynbundið ofbeldi án þess nokkuð tíman að tala við fórnarlamb slíks ofbeldis. En eiginleg nálgun felst meðal annars í viðtölum við eins og í þessu tilfelli fórnarlamb og mögulega gerendur. Við getum ekki skili kynbundið ofbeldi nægilega vel nema að geta greint tengsl við ýmsa aðra þætti. Tengsl þá ofbeldis við félags- og efnahagslega stöðu fórnarlambs og félags- og efnahagslega stöðu geranda, og til þess að slík greining getur farið fram ýmist með eiginlegum eða meginlegum aðferðum. En þetta dæmi ætti að sýna að það getur verið mjög gagnlegt að blanda þessum aðferðum saman og láta það styðja við hvora aðra. Þetta námskeið, í þessu námskeiði þá fjöllum við fyrst og fremst meginlegar rannsóknaraðferðir eða tölfræði. Tölfræðin er mikilvæg, eins og ég segi, bæði fyrir það sem að koma til með að stunda rannsóknir, en líka fyrir það sem að koma til með að lesa úr rannsóknum, lesa bara efla sína þekkingu á sínu sérsviði. Og það er líka bókarhöfundur fjallar hana ákveðið þetta hugtak sem hann kallar tölfræðilæsi, sem felst í því að vera læs á tölfræðilega niðurstöður úr rannsóknum. Hann að vita hvað er átt við þegar það er fjalla staðarfrávik eða meðaltali eða fylgni og slíkt, og vita og geta með einhverjum hætti að átta sig á því hvort að viðkomandi tölfræðaðferð sé viðeigandi og svo fram eftir götunum. Það er mikilvægt þegar við fjallum tölfræði að hafa í huga að tölfræðin er í raun og bara tól eða tæki, verkfæri, en ekki markmiði sjálfu sér. Það er ekkert markmiði sjálfu sér að verða góður í tölfræði nema til þess að geta beitt inn til þess að efla þekking okkar á einhverju viðfangsefni. Já. Ég vil fullyrða að beiting tölfræðinar, að þegar við erum svolítið þjálfuð í að beita tölfræðinni, það hjálpar okkur að vera gagnrýnin á umræðu og hverskins rannsóknir. Umræðu samfélagsmál þar sem er að fjalla eitthvað ýmis efni sem er verið að fjalla og það er oft sem við heyrum alls konar órökstutt, sumt er bull, sumt er bara ekki nægilega vel útpælt, og tölfræðin hjálpar okkur oft áfram að átta okkur á því hver er næsta spurningin. Það er svona ákveðin hugsunargangur sem við förum í þegar við erum að beita tölfræðin, sem getur gagnast í svona samfélagsumræðu. Bókarhöfundur fjallar á blaðsíðu 2 The Wheel of Science, þar sem við byrjum að einhverju kenningu eitthvað viðfangsefni. Við getum tekið dæmi ef við með einhverja kenningu stöðu kynjanna í íslensku samfélagi. Það getur verið einhver kenningu sem segir eitthvað á það leið að konur hafi minni tækifæri í íslensku samfélagi heldur en karlar. Þetta getur verið feminist kenning, þetta getur verið kenning á einhver öðrum annar hugmyndafræði,
En á byggt á þessari kenningu þá getum við sett fram einhverja tilgátu. Tilgáta er nánari aðgreind hugmynd sem að hægt er að prófa, og tilgátan gæti verið til dæmis að við myndum setja fram þá tilgátu að konur fái lægri laun fyrir sömu vinnu þegar þær eru með sömu menntun og gamlar og karlar. Þannig að þá erum við með einhverja tilgátu sem við gætum mögulega prófað. Tilgátan byggjar á kenningunni, og til þess að prófa tilgátuna þá þurfum við að fara af stað með einhvers konar könnun. Við þurfum að mæla launin, við safna gögnum, og ekki bara frá einn eða tveimur konum, heldur þurfum við að hafa samanburð þá karla, og við beitum einhvers konar tilgátu prófunum sem er þá aðferðir sem við komum til með að læra hér. Út frá þessum könnunum og gögnum og úrvinnslu tilgátu prófunum þá fáum við einhvers konar vísindalegar alhæfingar eða almenn svona lögmál, almenn á þann hátt að þau virka almennt í tilteknum aðstæðum. Þetta er mín þýðing á hugtakinu empirical generalization, að það er einhver svona lögmál sem eru misalmenn. Það er lögmál sem koma fram. Við viljum ekki bara geta sagt, já, konur í þessari deild í þessu tiltekna fyrirtæki eru með lægri laun heldur en karlar í sömu deild hjá sama fyrirtæki. Við viljum hafa þetta almennara, og þegar við erum búin að fá þetta empirical generalization út frá niðurstöðunum, við erum komið með einhvers konar, sjáum einhvern sambönd milli breyta, kyns og launast til dæmis, þá getum við notað þær upplýsingar, þá þekkingu til þess að bæta kenninguna, og þá erum við komin aftur efst í hjólið. The Wheel of Science, eins og mynd 1.1 á blaðsíðu 2 sýnir. Þá erum við komin aftur í kenninguna, þannig að getum við farið aftur og aftur. Við förum ekki af stað með könnun eða mælingu eða gagnasöfnun eða tilgátuprófun nema byggja það á einhverju kenningu. Könnun og tölfræðigreining ein og sér án vísunar í kenninga er afskaplega innihaldslítil. Þá erum við komin að tveimur mismunandi tegundir tölfræðinar, og svo þessar tvær tegundir það greinast svo enn meira niður. Þessar tvær tegundir tölfræði er það sem við kallum lýsandi tölfræði og ályktunar tölfræði. Og lýsandi tölfræði er descriptive statistics. Lýsandi tölfræði einnar breytu er einfaldari útgáfa af lýsandi tölfræði. Það er á ensku kallast það univariate descriptive statistics. Það sem við erum að skoða, segjum marga mælingar, segjum við sem að skoða laun Íslendinga eða úrtak Íslendinga, og erum kannski 8.000 manna úrtak sem að fólk sem að hefur sagt okkur til launin sín, og ef við viljum vita eitthvað laun Íslendinga þá hjálpar það ekkert rosalega mikið að þylja upp laun allra þessara 8.000 einstaklinga. Ég hef búin að gleyma launum fyrsta einstaklingsins þegar laun þess 20 stærleysinu. Þannig að við notum þá aðferði til þess að draga saman upplýsingar og mörgumælingum í fáar tölur, og það er það sem á ensku kallast data reduction. Hugmyndin er sem sagt að skoða margar mælingar og lýsa með fáum tölum. En þá erum við að tala með eina breytu, laun er ein breyta, laun Íslendinga er ein breyta, og það eru margir einstaklingar sem gefa okkur upp launin. Þannig að þetta er júní, það er einn variant, eru víð eða einvíð lýsandi tölfræði. Mér finnst fallega að segja lýsandi tölfræði einnar breytu heldur en að segja einvíð lýsandi tölfræði, ef við þýðum þetta beint. Lýsandi tölfræði tveggja eða margra breyta, það er á ensku bi, sem er tveir, bivariate and multivariate descriptive statistics. Þá er að skoða samband á milli tveggja breyta. Dæmi tvær breytur sem við getum haft vilja vita hvort þessi samband á milli er laun og kyn. Þá væri það bivariate descriptive statistics ef við vildum skoða
meðallaun karla og meðallaun kvenna, þá að skoða hvort það sé samband á milli þessara tveggja breyta, þá erum við að tala bivariate descriptive statistics. Og ef við erum með margar breytur, getum þá verið að heldum okkur áfram með laun, við viljum vita hvort að laun ákvæðist að kyni, þá það orðna 2 breytur, aldri 3. breyta, menntun 4. breytan, og svo getur verið eitthvað fleira eins og búseta sem mögulega hefur áhrif á það hversu há laun einstaklingur hefur. Við erum komið margar breytur og viljum skoða hvort að það hafi áhrif eða tengist á einhvern hátt einni eða fleiri breytum. Og þá erum við komin í multivariate descriptive statistics. Og multivariate, við endum námskeiðið á multivariate greiningu, og í aðferðafræði 3 þá fjöllum við fleiri aðferðir lýsandi tölfræði og ályktun tölfræði margra breyta. Ályktun tölfræðin, þá erum við ekki eingöngu að lýsa einhverju mörgum mælingum einni eða fáum tölum, heldur þá erum við beitum ályktun tölfræði þegar við viljum yfirfæra upplýsingar sem við fáum úr úrtaki yfir á svokallað þýði. Og þýði, þið hafið vantarlega kynnst í eitthvað í aðferðafræði 1. Það raun og veru heildarsafn allar þeirra einstaklinga eða cases eða stök, það stundum kallaðum stök, sem rannsakandi hefur áhuga á að skilja betur. Sem dæmi ef við varum að framkvæma kosningarannsókn, við höfum áhuga á kosningahegðun Íslendinga, skilgreinum hvert það þýði sem við höfum áhuga á. Þýði í kosningarannsókn gæti verið allir kosningabærir Íslendingar, önnur kosningarannsókn gæti sagt við har allir kosningabærir Evrópubúar, þá það annað og stærra þýði. Flestar kosningarannsóknir í Íslandi byggja á öllum kosningabærum Íslendingum. Auðvitað eru til kosningarannsóknir þar sem að skoða kosningahegðun Reykvíkinga, þá væri það allir kosningabærir Reykvíkingar sem væri þá annað skilgreint þýði. Úrtak þá sérstaklega valinn hópur með færri einstaklingum heldur en í þýðinu, en þessi sérstaklega valinn hópur á að endurspegla einhverju leyti þetta tiltekna skilgreinda þýði sem að við þurfum þá að byrja á að skilgreina. Við tökum úrtak ekki vegna þess að það er svo gaman að taka úrtak, heldur vegna þess að við yfirleitt höfum ekki efni á eða tækifæri á að spurja alla Íslendinga. Það einfaldlega of dýrt, þannig að við tökum úrtak Íslendinga með þeim hætti að úrtakið endurspegli á einhvern hátt þýðið, og þá notum við ályktun og tölfræði til þess að lýsa þýðinu út frá upplýsingum sem við höfum úrtakið. Og þá bætist við ýmislegt í þessari lýsingu, þá bætist við ýmis tölfræðileg hugtök, mörg ný tölfræðileg hugtök, sem er mikilvægt að átta sig á til þess að við getum verið læs á rannsóknarniðurstöður annarra og auðvitað til þess að geta stundað rannsóknar á þessu sviði. Áður við fyrir tölum mikið breytur, þá getur við fjöllum að þessum breytur, stök og gögn, og orðið stak eða í fleirtölu stök, það þýðing sem við sjáum stundum á cases, það sem að raun og veru auðveldar að segja einstaklingur, fólk, manneskja, maður, en við getum verið með eitthvað annað heldur en einstaklinga, og þetta eru einstaklingar algengasta tegundin á staki eða case sem við vinnum með í rannsóknum í félagsvísindum, en við þurfum að hafa í huga að þetta þarf ekki endilega að vera fólk. Við gætum til dæmis verið með afbrot, gæti verið case eða stak, þá getum við verið með safn af upplýsingum afbrot sem eru framin á einhverju tímabili, og stundum vitum við ekki það getur verið að margir einstaklingar fremji eitt afbrot, og það getur verið að einn einstaklingur fremji afbrot, en það ekkert vita hver einstaklingurinn en við vitum eitthvað afbrotið, hver á fórnarlambið, hvað var gert, hvaða tíma og eitthvað slíkt. Þannig að við getum haft stök sem ekki
einstaklingar. Tölfræðin fjallar cases eða stök og oft það fólk, en við passum okkur á því það þarf ekki endilega að vera fólk. Breyta raun og veru, já ég laga hana þess, ég breytti þarna, eða bætti inn að breyta skipulega skrásettur eiginleiki fólks eða annara staka cases sem þessi eiginleiki tekur mismunandi gildi milli staka eða milli fólks. Stundum breytist þessi eiginleiki frá einu tíma til annars. Tökum dæmi, ég held að það sé mikilvægt að taka dæmi til þess að skilja hvað við erum að tala með breyta. Aldur fólks dæmi breytu. Aldurinn ef að við erum að breytan aldur skipulega skrásettur eiginleiki, við erum búin að skrásetta eiginleika fólks eða einhver annara og þessi eiginleiki tekur mismunandi gildi milli einstaklinga. Sumir eru 20, aðrir eru 30, sumir eru 35 og svo framvegis. Breyta hún ekki breyta nema hún sé taki mismunandi gildi milli fólks. Kyn fólks dæmi aðra breytu. Þessi námskeið þá munum við oft nota kyn, tekur tvö gildi, það karl og karlkyn og kvenkyn. Ég ekki nægilega vel að mér í hinsegin fræðum til þess að fjalla aðrar mögulegar hugmyndir það að það þurfi kannski fleiri gildi heldur en tvö kyn til þess að dekka alla, en ég útiloka það ekki. Í þessi námskeið þá munum við nota kyn sem tvíkosta breytu eða breytu sem tekur tvö möguleg gildi. Við gætum verið með spurningu á spurningalista þar sem allir svara eins, og ef við skráum það niður, sem dæmi getum við sagt ertu á lífi í dag, sem fáránleg spurning, allir myndu vantilega svarinu já eða svarinu rétt, og þá væri það ef við skráum það niður þá það dæmi fasta en ekki breytu. Ef allir á lífi sem svöruðu spurningalistanum og ef okkur dettur í huga að skrá það niður, þá það skipulega skrásettur eiginleiki fólks, en hann tekur ekki mismunandi gildi milli fólks, og þar af leiðandi þetta ekki breyta. Auðvitað getum við verið með breytu og bara valið til dæmis úrvinnslu þessum bara með karla, og þá verður breytan kyn í því tilfelli að fasta. En það þetta kannski svolítið tæknilega útfærsla. Ég bara bendi ykkur á að það ekkert alveg sjálfgefið að skipulega skrásettur eiginleiki fólks sé breyta. En svo getum við sett einhvern fasta í annað samhengi þar sem allt þetta verður að breytu. Ef við erum með við erum úrtak karla og vinnum með það sem allir eru karlar, engin breytileiki, en svo samin við öðrum gögnum þar sem einhverjir eru konur, einhver í gögnunum konur, þá verður þessar upplýsingar að breytu. Ég ætla að sýna ykkur aðeins SPSS forritið með tilliti til breyta, staka og gagna. Hvað það gögn ef við erum með breytur og stök? Þannig að ég ætla að sýna ykkur það. Hér erum við með settan gagnaglugga í SPSS, og þetta almenn uppsetning þar sem að hver breyta hefur einn dálk og hver einstaklingur eða hvert case eða stak hefur eina línu. Saman hafa þessi cases og þessar breytur þetta gögn. Þegar þetta búið að setja þetta skipulega sett upp, þá þetta orðið gagnasafni eða gögn. Hér erum við með aldur og hér erum við með kyn og fjölda af mjólk sem drukkið á heimili þessara barna. Þetta dæmi sem ég ætla að nota á eftir. SPSS þannig að við erum með gagnaglugga. Þetta eru gögn í SPSS og við getum, það tvö sjónarhörn á gögnin. Fyrst það sem sjáum cases eða stök og breytur, og svo erum við líka með svo kallar variable view, þar sem við sjáum eiginleika á breytunum. Aldurinn alltaf höfum við númeríka, hann tekur 4 stafi, þar af 2 aukastafi ef við vildum
Og hérna ætla ég að sýna ykkur mikilvægi þess að sem að ég kem til að skoða betur eftir, að aldur er nafnið á breytunni, en við þurfum að setja label á flestar breytur. Hérna segjum við aldur barna mælt í heilu mánuði frá fæðingu. Þá er það nákvæmlega, þá vitum við að þessi tölugildi sem eru hér, þetta er fjöldi mánaða, þetta er ekki fjöldi ára. Þá er þetta greinilega, þá sjáum við það að þetta er líklega smábarnarannsókn. Mismunandi tegundir af breytum. Þá er fyrsta, það getur við flokkað breytur í samfelldar breytur og rofnar breytur. Samfelld breyta, þá vantar þarna D, búin að töfra það inn aftur, á ensku continuous variable, er þar sem að við getum tekið einingarnar og við getum brotið það niður í smærri hluta. Sem dæmi ef við mælum hæð fólks í sentimetrum og einhver er 190 sentimetrar, þá er alveg, og annar er 191 centimetr, þá er alveg mögulegt, það er ákveðin samfella, það er continuous, öll gildi frá 190 til 191 eru möguleg. Það gerir það continuous eða samfella. Sem dæmi þá getum við haft einstaklingi sem er 189,876 cm ef við erum með nægilega nákvæmt mælitæki, og við getum þess að fara út í fleiri aukastafi, en grunnhugmyndin er svo að það eru gildi á myndli 189 og 190 og 190 og 191 sem hægt er að brjóta niður, það er hægt að brjóta niður þessi einingar í bara endalaust niður. Meðan að rofin breyta, þá erum við bara með eins og til dæmis fjöldi skipta, hversu oft hefur farið í sund frá áramótum, og einhver segir 20 sinnum, þá er það bara ákveðið gildi. Næstu segir 21 sinni, það er ekkert að fara 20,5 sinnum í sund á einhverju tímabili, annarkvort fórst í sundið ekki. Fjöldi barna á heimili, það annarkvort er ekkert barna á heimilinu, það er 1 barn, 2 börn, 3 börn eða fleiri, en það er í heilum tölum. Við tölum ekki það sem að búi hérna hálft eða 0,75 barn á þessi heimili. Auðvitað getum við reiknað meðalfjölda skipta sem að karlmenn á höfuðborgarsvæðinu fari í sund á ári, en breytan sjálf á bakvið þetta meðaltal, hún er rofin. Þó að meðaltali geti verið 23,5 eða hvaða tugabrót sem er. Rofin breyta er þegar einingar á breyturnar verða ekki skipt upp í brot. Til dæmis eru hérna breytan kyn, hún er rofin, það er annarkvort er fólk karl eða það er kona, og það er almennt ekkert, það er ekkert að vera einhverstaðar hérna mitt á milli, þannig að það samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum á kyni. Þannig að við tökum einingar breyturnar og við skiptum þeim ekki upp í brot. Það er ekki hægt að skipta einingum breytu upp í brot á rofnum breytum. Það er mikilvægt að þekkja þennan mun, að geta séð hvort að breyta sé samfelld eða rofin. Því að það hjálpar okkur að skilja bara eiginleika breytunar, og það hjálpar okkur líka að velja rétta tölfræðaðferð. Rofin breyta, ég sagði að fjöldatölu væri nú oft rofnar, en ef við erum að tala um fjölda lítra af kók sem einhver hefur drukkið á síðasta mánuði, þá getur sá fjöldi lítra auðvitað verið 0,4 eða eitthvað slíkt. Þannig að það væri samfelld breyta. Þetta rofnar og samfellda breytur, það er eitt einkenni á breytum. Annað einkenni er svo kallað stigbreytu, og það er raun og veru mikilvægara að geta greint stigbreytu heldur hvort það séu samfelldar eða rofnar. Þannig að ef eitthvað þá, og þetta að greina stigbreytu er grundvallar atriði til þess að geta beitt einhverju tölfræði á breytuna. Í þessari bók þá er fjallað um 3 stig. Aðrar bækur skipta jafnbil á hlutfallsstigi í tvennt, tala annars vegar um jafnbilastig og hlutfallsstig.
þessari bók þá hefur hún tekist að sameina þetta og það gildir ágætlega í þessu efni að tala um það saman og það einfaldar aðeins hlutinu fyrir okkur. Þetta var aðgreint í tölfræðibókinni sem ég lærði í mínu BA-námi. Ég ætla að taka nokkur dæmi og ég ætla að taka það til þess að sýna hvað er jafnvel hlutfallsbreyta, hvað er jafnvel hlutfallsstig, hvað er raðstig og hvað er nafnstig og ég ætla að byrja á jafnvel hlutfallsstigi vegna þess að mér finnst þægilegra að skilgreina raðstig út frá því hvað er vantar. Raðstig er ekki jafnvel, nafnstig er ekki raðstig. Nafnstig breytu þá vantar það að við getum raðað gildum breytunar í ákveðna röð. Við tölum að breyta síðan nafnstigi og við köllum oft að slíka breytur eru nafnbreytur eða nafnkvarðabreytur. Breyta á raðstigi kallast oft raðbreyta eða raðkvarðabreyta og breyta jafnvel að hlutfallsstigi kallast oftast jafnvel að hlutfallsbreyta. Þannig að þetta er alltaf sama, þetta er bara mismunandi orðnotkun á sama grundvallar hugmyndinni. Þegar við erum að greina stigbreytu þá er ekki nóg að skoða hvað er verið að mæla heldur líka hvernig það er mælt eða með hvaða einingum mælum við það. Og eins og ég sýndi ykkur áðan þá skiptir samhengið oft miklu máli þannig að þegar við erum að skilgreina breytu til dæmis í SPSS þá er mjög mikilvægt að gefa öðrum og ykkur sjálfum ef þið notið gögnin aftur eftir segjum 1 eða 2 eða 3 eða fleiri ár að þá er mjög gagnlegt að skrásetja rétt það samhengi sem skiptir máli í að skilja gögnin. Sem dæmi þá vorum við með þetta litla gagnasafn sem er það sem við erum með aldur barna, við erum með kyn og við erum með fjölda lítra mjólk sem er drukkið á heimilinu og ef ég fæ þessi gögn í hendun þá gæti ég haldið já, þetta barn er 1 árs, næsta case stak í gögnunum er 2 ára, 4 ára, 6 ára en með því að setja aldur barna eða barns mælt í heilum mánuðum frá fæðingu. Þannig er nánari útlistun eða samhengi sett á breytuna aldur. Þannig að þegar við fáum tíðnitöflu fyrir aldur kennslufræðilega það hefði náttúrulega alltaf fara hér í Analyze Descriptive Frequencies og ég ætla að fá tíðnitöflu fyrir breytuna aldur þá kemur textin aldur barna mælt í heilum mánuðum frá fæðingu og þá veitum við að þetta er heil mánuður, þetta barn er búið að lifa í heila mánuð og eitthvað aðeins meira þannig að við erum búin að skilgrinda nægilega vel til þess að skilja hvað við erum að mæla. Ég ætla að byrja á að taka 2 dæmi jafnvel hlutfallsbreytu. Tökum dæmi jafnvel hlutfallsbreytu eða hæð fólks. Dæmi breytu og leið og ég segi í sentimetrum þá erum við búin að sjá aðeins samhengið að við erum ekki bara að mæla hæð fólks að sé lítið miðlungs hávaxið eða lágvaxið miðlungs hávaxið heldur alltaf að mæla þetta í sentimetrum. Þannig að það sem ég var að segja áðan það er ekki nóg að við ætlum að mæla hæð fólks heldur við þurfum að vita í hvaða einingum. Að við erum með einstakling sem er 180 cm annar sem er 181 cm svo eru þriðja sem er með 193 cm og við erum með 194 cm 190 og þetta átti að vera 167 166 þetta er allt í centimetr kíkjum að þessa gögnin aftur þegar við sláum inn gögnin í SPSS þá þurfum við ekki að segja einn mánaða þetta er bara einn og það kemur fram í samhenginu að þetta séu mælt í heilu mánuðum
Þannig að vissulega er gott að setja hérna sentimetrana, en þegar við erum að fara að reikna þá látum við oft duga bara að það sé sett inn í fyrirsögninni. Þannig að þessu er þá þannig séð ofaukið. En ok, grunnhugmyndin við jafnbila hlutfallsbreytu er jafnbila þýðir að bilið á milli einingana milli 180 og 81, þetta bil hérna, þetta bil hérna milli 180 og 181, það er jafn stórt og bilið á milli 166 og 167. Þessi sentimetri sem er hérna á milli er jafn stór sentimetrina sem er hér á milli, og hann er jafn stór þessum sentimetra hérna líka. Þannig að bilin á milli einingana eru alltaf jafn stór. Ég er ekki að tala um þetta bil, þetta er ekki ein eining, þetta eru 12 einingar. Þannig að við erum ekki að tala um þannig bil, við erum að tala um bil á milli fyrir hverja einingu sem bætist við. Þessi eining frá 0 upp í 1, frá 180 upp í 81, það er þetta bil sem við erum að tala um er jafn stórt og þetta bil hérna. Og þessi sentimeter sem að þessi hérna einstaklingur er hærri en þessi, sá sentimeter er jafn stór og þessum 1 sentimetra. Önnur breyta, fjöldi lítra sem lítra af mjólk átti að vera sem drukknir eru á heimili barna. Á viku. Við þurfum ofta að setja tímaeiningu til þess að við vitum betur hvað við erum að mæla. Og þar getum við verið með eitthvað heimili sem segir við það er engin mjólkdrykking hér. Börnin drekka vatn. Börnin og fullorðnir drekka vatn eða kók. Næsta heimili segir 1 líter. Einingin er hér. Auðvitað getum við satt hérna L fyrir líter, annað með 2, einn með 2,5 og 3. Þá er spurningin, er þetta jafnbila hlutfallsbreyta? Jú, bilið hér frá 0 upp í 1 er jafn stórt og bilið á milli 1 og 2. Það gerir þetta jafnbila, jafn stórt bil. Þá getur einhver sagt, já en bilið á milli 2,5 og 2 er ekki jafn stórt. Við erum ekki að skoða þannig bil, við erum að skoða bil á milli heillra eininga. Þannig að þá erum við raun og verið að skoða, er bilið á milli 0 og 1 jafn stórt á milli 1 og 2 og milli 2 og 3. Við erum ekki að tilgreina hérna tugabrotin á milli. Jafnvel þó að séum einstaklingar sem mælast með 2,5 lítra eða heimili, þá er ekki það sem við erum að, það er ekki bilin sem við erum að mæla eða bera saman þegar við erum að tala um hvort það sé jafnbila. Hugmyndin hlutfallsbreytu er að það sé raunverulegur núllpunktur. Það er á sentimetrum, þá er náttúrulega 0 sentimetrar, það er raunverulegur 0, þó að það sé engin einstaklingur sem er 0 sentimetrar, þá er mælikvarðin með raunverulegan núllpunkt. Þannig að einstaklingur sem er 110 og annar sem er 220, þá er þessi tvöfalt hærri heldur en þessi hér. Það virkar hlutfallslega og ef einhver er 200 cm og annar er 202 cm, þá er þessi hérna 1% hærri heldur en þessi sem er hérna aðeins 2 metrar. Þannig að við getum fara að reikna hlutföll ef það er raunverulega núllpunktur. Það er hugmyndin. Og ef þið lesa aðra tölfræðabækur þá er þessar tegundir að breytum aðgreindar og sko við gætum mögulega að vera með jafnbila breytu sem er ekki hlutfallsbreyta, en við ætlum að í þessu námskeiði og þessari bók þá ætlum við saman þetta í einn flokk af breytum.
við erum búin að taka tvær breytur hérna sem eru jafnvel að hlutfallsbreytur. Eru þær samfelldar eða rofnar? Glímið við þessa spurningu þangað til í tímanum. Er þessi breyta samfelld eða rofin og er þessi breyta samfelld eða rofin? Næst ætla ég að fjalla rafbreytum. Hérna er ég með tvær breytur aftur, við erum að hæð fólks og fjöldi lítra mjólk og nú mælum við þetta á svolítið annan hátt. Með hæð fólks þá erum við erum með matjafningja á hæð fólks og fólk er bara metur það hvort að viðkomandi sé lítill, lágvaxinn, sem sagt miðlungs eða stór. Fólk sé stórt, einstaklingur sé stór. Þetta, við getum raðað ef að það er samræmi í hvernig við metum fólkið, þá getum við raðað þessum gildum í röð frá lítill, miðlungs, stór. Við myndum ekki segja lítill, stór, miðlungs. Þetta er röng röð, en bara það að við getum fara að fjalla röðina segir okkur það að við getum raðað þessu, þá er þetta allavega raðbreyta. Bilið á milli lítill og miðlungs og stór er ekki endilega það sama. Það er ekkert sem segir okkur að hér sé hérna jafn stórt bil á milli. Við setjum jafnvel tölugildi á þetta 1, 2 og 3, en það er ekki þau tölugildi sem við erum að nota til þess að meta hvort það sé jafnvel langt bil á milli. Við þurfum að virkilega vita, er maður sem er miðlungs og maður sem er stór, er jafn langt bil á milli þeirra og er á milli fólk sem er miðlungs og það sem er lítið? Nei, lýsingarorð eru yfirleitt ekki með þessi skilyrði sem við setjum til þess að uppfylla það að verða jafnvel að hlutfallsbreyta. Þannig að ef að við getum raðað í röð, en við getum ekki sagt til hvort það sé jafn langt bil á milli einingana, þá er þetta raðbreyta. Og við þurfum ekki að setja þessi gildi í röð byggt af einhverju, það er ekki bara einhver röð sem okkur finnst smart eða gæti átt við, heldur þá er hún að eiga virkilega við. Dæmi hérna, ef við erum að meta fjöldi lítra mjólk sem drukkin er á heimili, ef að fólk segir bara, já, það er nú engin ágætis svar, en ef að hinir svarmöguleikar eru nokkri lítrar, margir lítrar eða mjög margir lítrar. Við getum sett þetta í röð. Engin er minna en nokkrir er minna en margir og margir er minna en mjög margir. En er bilið á milli margir og mjög margir, er það jafn margir lítrar, þetta bil hérna á milli, og á milli engin og nokkrir? Við vitum það ekki. Kannski, en ef við vitum það ekki, þá getum við ekki sagt að þetta sé jafnbila. Þannig að hér þó við tölum fjöldi lítra, þá erum við ekki með eininguna lítra. Við áætluðum magnið og notuðum lýsingarorð sem hægt er að raða í röð, og þá er það allavega raðbreyta, en einingan eru ekki jafn stórar. Það eru ekki jafn langt bil á milli eininga, þá er hún ekki jafnbilabreytan. Þannig að raðbreyta er breyta þar sem við getum tekið einingarnar eða svörin eða þessi lýsingar, þessi flokka, og raða þeim í röð sem er ensku svona meaningful eða sem hefur eitthvað gildi, eitthvað meira heldur en bara það sem okkur finnst,
en það vantar þetta einkenni það sé jafnlangt bil á milli eða við getum fullyrt það sé jafnlangt bil á milli einingana. Raðbreyta er breyta sko sem að skortir eitthvað, það skortir hérna möguleika þessi hér, við getum raðað þessum í röð hérna, við hefum getað nota þess að tækni hérna, við getum raðað einstaklingum í röð vissulega frá þeim minnsta til þess stæðsta, en hún er meira en raðbreyta, hún er ekki bara raðbreyta, það er ekki bara hægt að raða þessu, heldur þetta líka jafnbila, og þá tölum við ekki hún sé raðbreyta, heldur hún er betri en það. Það er eftirsóknarverðara í augum tölfræðinga að vera með jafnbilabreytu, og þá segjum við að breyta sé jafnbila ef hún er það. Við segjum ekki þetta er bara raðbreyta, hún er meira en það. Þannig að raðbreyta við köllum breytu raðbreytu bara ef hún nær ekki að vera jafnbila. Og þá er það þriðji flokkurinn, það er þegar við erum með svarmöguleika sem að náði ekki, við getum ekki raðað þeim. Sem dæmi er trúfólks. Oft setjum við tölugildi á þessi hérna, þessa flokka til þess að einfalda alla úrvinnslu. SPSS sem dæmi er miklu öflugra þegar að breytur eru tölubreytur, það auðveldar úrvinnslu og það er kannski til mörg mismunandi hugtök fyrir að vera mótmælandi, mótmælanda trúar, mótmælandi og svo framvegis. Þannig að við gefum öllum þeim tölugildum einn og þá auðveldar okkur líka innslátt gagna að nota tölugildi það bara fyrsta svarið ef þetta er fyrirframgreindir svarmöguleikar. Þannig að við getum ekki raðað trúflokkum í einhverja röð nema að við séum einhvern annað einkenni líka. En sem slíkt þá röðum við ekki í neina almennilega röð hérna trúflokkum. Tölugildi 1 er bara annað tölugildi heldur en 2 og tölugildi 2 er bara annað tölugildi heldur en 3. Og þá köllum við töluvöldlega sem nafnbreyta eða breyta á nafnstígi. Sem dæmi, annað dæmi, þegar ég var undirbúið svo glærur, en ef við spyrjum fólk, til dæmis nefnendur í háskóla, úr hvaða framhaldsskóla kemuru, eða í hvaða framhaldsskóla kláraðiru stúdentspróf, og hérna varpaði ég bara upp nokkrum skólum og eins og hérna áðan þá getum við gefið þeim tölugildi, en við getum ekkert raða þessum skólum upp þessi röð er ekkert, hún er bara sett af því ég myndi Emma fyrst einhver hluta vegna. Og ég erum ekkert að segja að þetta sé einhver gildisröð. Þetta eru bara ólík nöfn og við röðum ekki út frá nafni skólans. Ef við ætlum að raða þeim út frá fjöldi nemanda sem útskrifast á hverju ári, þá er það líklega einhver önnur röð heldur en hér. En þá erum við að raða út frá einhver annari breytu, einhver öðrum eiginleika heldur en nafninu. Þetta eru einfallega 9 mismunandi framhaldsskólar. Við röðum þeim ekki í neina ákveðna röð, að við hefðum getað sagt alveg sérna, það er alveg, hefur nákvæmlega sama gildi ef að Emma hefði verið hér og Verkmenntaskóli Akureyrar hefði verið þarna uppi. Þannig að það er engin ein röð sem er réttari heldur en önnur. Þetta eru bara tölugildi sem eru sett á mismunandi breytur. Í raun og veru þýða ekkert nema það að 9 er ekki sami skóli og 8. Þess vegna þetta eru bara nöfn á skóla og það er engin ein röð sem er réttar en önnur. Það er að við getum ekki raða þessu í einhver ákveðna röð
þá getum við ekki kallað þetta raðbreytu. Þá er þetta er raðbreyta en við getum ekki raðað þessu á sama hátt. Þannig að þetta er ekki raðbreyta, þetta er ekki jafnbilabreyta, það er ekkert bil hérna milli MR og MH og MH og MS. Það er bara algjörlega merkingarlaust að tala um einhver bil á milli eininga, og líka hér það er ekkert bil á milli þessar eininga. Þannig að þetta er hvorki jafnbilabreyta né raðbreyta, og þá er eini flokkurinn sem við höfum raun og veru, þá er það nafnbreyta. Nafnbreyta er svona, í augum tölfræðinga þá er nafnbreyta sem hefur minnsta möguleika á svona útreikningum, og þannig að við flokkum breytur sem jafnbila ef við getum staðið á því og getum rökstutt það. Ef ekki þá viljum við hafa þetta sem raðbreytur ef við mögulega getum, og ef ekki þá endar þetta sem nafnbreytur. Og í tímanum þá ætlum við að æfa okkur svolítið að taka breytur og greina þær, hvort það séu nafnbreytur, raðbreytur eða jafnbila hlutfallsbreytur. Og þá, eins og ég hef bent á með þessum tveimur dæmum, hæð fólks, það dugar ekki að greina breytuna hvort það séu raðbreyta eða jafnbilabreyta fyrir við sjáum einingarnar, á hvaða einingar eru að nota til þess skilgreina breytunar. Kíkjum aðeins á töflu 2 í kennslubókinni á blaðsíðu 13. Basic characteristics of 3 levels of measurement. Einkenni á breytum mismunandi stigi mælinga. Nafnbreyta, nominal eða nafnbreyta sem dæmi er kynþáttur, trúarbrögð, hjúskaparstaða. Þetta eru 4 breytur dæmi nafnbreytu, og eins og ég sagði áðan þá náttúrulega getum við ekki dæmt breytu út frá því eingöngu hvað hún mælir, heldur líka hvað einingum, en hér eru alltaf til einingar sem að gera þessa nafnbreytur að raðbreytu. Við getum ekki fundið neina einingar á kynþátt sem gerir kynþáttabreytuna raðbreytu. Það er bara ekki til. Þannig að fullyrðing mín áðan að einingarnar sem við mælum breytuna, hún er ennþá í gildi. Og trúarbrögð, það er almennt ekki fundin það er almennt ekki mæling á trúarbrögðum eða þessar klassískar mælingar, en svo líka samhengið er líka í kafla hjá höfundi, það sem fjallar trúarbrögð eru þannig gildi að það er ekki hægt að setja því að raðbreytu. Og hjúskaparstaða hef aldrei gifst eða einhleypur í hjónabandi, fráskilin og ekkill. Þetta eru 4 gildi hjúskaparstöðu sem algengast eru í Bandaríkjunum. Sambúðarformið er oft ekki tilgreint með. Við röðum því ekki í röð, og þannig að það er verið að vísa í þannig mælingu á hjúskaparstöðu. Það er ekki verið að spyrja fjöldi ára sem viðkomandi hefur verið giftur ævina. Þá getum við sett að það væri jafnbila hlutfallsbreyta, en þá myndum við skýra þá breyta eitthvað annað. Hvað getum við gert við breytu sem er nafnbreytu? Jú, við getum flokkar settar saman í flokka. Við getum sett trúarbrögð saman í trúarbrögð sem er kristin trúarbrögð saman í flokka. Við getum tekið í flokka, og við getum talið í óháð því hvort að við endurflokkum tölugildin eða möguleikana, þá getum við talið fjölda í hverjum flokki. Við getum borið saman stærðir flokka, og við getum séð, eins og við getum borið saman, talið hvað er margir karlar, hvað er margar konur sem eru í tilteknu gagnasafni, og við getum borið þetta saman. Það er ekki mikið hægt að gera, það er ekki hægt að gera mikið meira. Í dæmum raðbreytur eða ordinal, social class, þá er lægsta stétt, miðstétt og hæsta stétt og einhverjum flokkar þar. Viðhorf eru oft mæld á raðbreytu, fullyrðingar sem fólk er mjög sammála, frekar sammála,
hlutlaus, mjög ósammála eða frekar ósammála og mjög ósammála. Þetta eru 5 punkta kvarði sem hægt er að setja í röð og það er viðhorfin oft mælt þannig og opinion álit fólks á einhverju. Það er oft sett í einhvers konar raðkvarða. Við getum flokkað það eða endur skilgreint flokkana, sameina flokka. Við getum séð hvað eru margir sem eru mjög ósammála einhverju fullyrðingu. Við getum raðað flokkunum með tilliti til hvers annars. Við getum sagt að þessir eru minna eða meira sammála einhverju fullyrðingu eða ekki. Við getum, og hvaða mathematical operation eru leyfðar, hvaða starffræði aðgerðir eru leyfðar við þessa breytu. Jú, allt sem er sagt hér, telja fjölda í hverjum flokki og bera saman stærðir allra flokkana. Og við getum sagt líka minna en og stærri en. Breytur á jafnvel hlutfallskvarða, interval ratio, það er dæmi aldur, eða aldur í árum, aldur í mánuðum, aldur í dögum, fjöldi barna á heimili eða fjöldi barna sem viðkomandi einstaklingur hefur eignast, og tekjur. Þá er þá mælt, væntanlega tekjur ekki lágar miðlums háar, heldur tekjur það sem mælt í krónutölum eða í dollarum á einhverju tímaeiningu. Og þá er það að gera allt sem sagt hérna að ofan, og til viðbótar þá er bili distance between scores, bil á milli eininga í mælingunni jafnt. Það felur í jafnbila. Það er augljósara á íslensku heldur en ensku. Og það er að gera allt sem er tilkynnt hérna ofan, að viðbæti þar að draga frá, leggja saman, margfalda, deila, taka kvaradrót og slíkt. Og það er ástæðan fyrir því að við viljum yfirleitt helst nota jafnbila hlutfallsbreytur ef það er mögulega hægt, og svo stundum eigi það bara ekki við, vegna þess að það er hægt að gera miklu meira með þar í tölfræðilegri úrvinnslu. Upptakurnar orðin þetta löng, þá held ég láti þarna síðasta hluta sem ég talaði að mér myndir kannski fara í, láti það bara bíða til næsta tíma og bara loka þessari upptöku.